Komin til Guðsþjónustu hér í Lindakirkju í kvöld í þessum mikla snjó. Þetta er sannlega mesti snjórinn sem við fengið í vetur. Sumir kannski hefur verið mikið á ferðinni búin að skafa 5-6 sinnum á bílnum í dag. En allavega var það þannig, maður fór bara inn í búð og nýbúin að skafa, svo komur út úr búðinu og þurfti aftur að skafa. En svona er lífið stundum, en við erum komin hér saman til þess að eiga góða stund og fræðast aðeins náðina. Það er textar dagsins fjall náð Guðs og kórinn okkar fer stækkandi og stækkandi. Við erum hægt og rólega að geta leyfa fleirum og fleirum að vera með, en við skulum hefja þessa stund formlega á því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo höfum við sem upphafsbæn, bæn Hallgríms Péturssonar. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Við getum ekki enn varpað upp á skjáinn, en það eru nokkrir sálmar sem þið getið sungið með, af því að við erum búin að dreifa tryggja blöðum. Það er þó ekki næsti sálmur. Þannig ætlum við bara að heyra kórinn syngja, gjörið svo vel. Syngja lovsöng til þín.
Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Þá syngjum við saman lagið af blaðinu Þig lofar Faðir, líf og önd. Og fyrirritningalesturinn eða leksían komin úr bók Jeremías spámanns. Svo segir Drottinn: Hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni. Hinn sterki hrósi sér ekki af afli sínu og hinn ríki hrósi sér ekki af auði sínum. Nei, sá sem vill hrósa sér, hrósi sér af því að hann hygginn og þekki mig. Því að ég, Drottinn, iðka miskunnsemi, rétt og réttlæti á jörðinni. Á því hef ég velþóknun, segir Drottinn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og pistillinn kemur úr fyrra Kórinthubréfinu. Vitið þér ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir, en einn fær sigurlaunin. Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaun. Sér hver sem tekur þátt í kappleikjum leggur hart að sér. Þeir sem keppa gera það til að hljóta forgengilegan sigursveig, en við óforgengilegan. Þess vegna hleyp ég ekki stefnulaust. Ég berst eins og hnefaleika maður sem engin vindhögg slær. Ég aga líkama minn og ég geri hann að þræli mínum til þess að ég, sem hef predikað fyrir öðrum, skuli ekki reynast óhæfur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýr sé þér, Drottinn.
Og þá bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum við heyrum heilagt Guðspjall sem ritað hefur Guðspjallamaðurinn Matteus. Jesús sagði þessa dæmisögu. Líkt himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í víngarð sinn. Hann samdi við verkamennina denar í daglaun og sendi þá í víngarð sinn. Síðan gekk hann út dagmál og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá: farið þið einnig í víngarðinn og ég mun greiða ykkur sanngjörn laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nón og gerði sem fyrr. Og á 11. stundu fór hann enn út og sá menn standa þar. Hann spyr þá: hví hímið þið hér iðjulausir allan daginn? Þeir svara: enginn hefur ráðið okkur. Hann segir við þá: farið þið einnig í víngarðinn. Og þegar kvöld var komið, sagði eigandi víngarðsins við verkstjóra sinn: kallaðu nú á verkamennina og greiðum kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnir voru á 11. stundu og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, bjuggust þeir við að fá meira en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu: þessir hafa unnið aðeins eina stund og þú gerir þá jafna okkur við höfum borið hund en við höfum borið hita og þunga dagsins. Hann sagði við einn þeirra: vinur, ekki geri ég rangt til. Sömdu við ekki einn denar? Taktu þitt og farðu leiðar þinnar, ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Er ég ekki sjálfur fjár míns ráðandi, eða sérðu ofsjónum yfir því að ég góðgjarn? Þannig verði hinir síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sæli erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og þá játum við okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Það gripið sig í þjóðfélaginu eitthvað æði núna á þessari verbúð. Allir fara einhvern veginn í gamla daga og sýna jafnvel myndir af sér þegar voru bara 14 ára og ég var meðal annars 14 ára einmitt þegar þessi þættir voru gerðir. Og við ætlum að flytja lag núna sem passar rosalega vel við Guðspjalldagsins og þetta var eina lagi sem datt í hug með verkamenn og vinnumenn og það er 40 ára gamalt. Áður en þú fæddist, Guðni, ertu nokkuð orðinn fertugur? Takk samt. Smá kompliment. En þetta lag sem ólst ég uppi sem unglingur í Hjálpræðisveitum á Akureyri og vísu var aðeins öðruvísi textinn en lagið er svona Jesús hér ég send mig eftir norskan tónlistarstjóra eða tónlistarmann. Við ætlum að syngja þetta fyrir ykkur og reyna að fá smá stuði sett í salinn. Þið með alveg deila ykkur með þið langar. Ég vil nota þig því
þjónustu við þig. Jesús, hér ég, send mig. Uppskeran mikið, vantar verkamenn. Við tekur fara, spyr hann enn. Jesús spyr menn sem honum bíast vilji trú. Vinur, hverju svarar þú? Jesús, hér ég, send mig. Jesús, hér ég, send mig. Ég vil nota mitt líf í þjónustu við þig. Jesús, hér ég, send mig. Jesús, hér ég, send mig. Jesús, hér ég, send mig. Ég vil nota mitt líf í þjónustu við þig. Jesús, hér ég, send mig. Já, þetta er fallegu texti. Jesús, hér ég, send mig. Og það er í rauninni hugmyndin að baki kirkjunni og hinnu kristna lífi, að við séum send til þess að ganga til góðs og láta gott af okkur leiða. En í sögunni sem ég las áðan, þá urðu nokkrir af vínverkamönnunum afskaplega ósáttir. Þeir höfðu byrjað morguninn, mér er sagt að fengju 1 denara fyrir vinnuna og þeir byrjuðu að vinna og svo koma fleiri. Seinna daginn þegar hann fer aftur og sækir aðra, þeir fæja líka fá denar og voru bara sáttir við það í byrjun, en þegar hann svo 11. stundum sækir enn fleiri og þeir sjá að hann borgar þeim 1 denar, þá auðvitað vildu þeir fá meira og voru þá orðnir ósáttir við það sem að þeim hefði verið lofað í upphafi. Og við þekkjum þetta öll, ef við höfum börn eða munum eftir sjálfum okkur sem börn, hversu oft hugsaði maður ekki, þetta er ógeðslega ósanngjarnt. Og bara áðan þá var vinkona mín að segja mér frá því að hún hefði sett sonum sínum það verkefni að þeir mættu að fara í tölvuna, þeir voru búin að gera 1 fyrir heimilið og 1 fyrir skólan. Hvað ætlað þú að gera fyrir heimilið, spurði hún son sinn. Ég er sko búin að gera fyrir heimilið. Nú, hvað var það? Ég klæddi mig í morgun. Og hún sagði, já, það gerði ég fyrir heimilið. Það hefði ekkert verið gott ef ég hefði verið ekki klæddur í allan dag. En hún fannst það mjög ósanngjarnt þegar hún gerði meiri kröfur en það. Og við þekkjum öll þegar okkur finnst eitthvað ekki sanngjarnt. Og sannarlega höfðu þeir eitthvað til síns máls. Við viljum ekki búa við þannig system í sjálfu sér og það er ekki mikill hvati í því ef maður bara vonast til að þurfa að gera sem minnst því allir fái það jafnvel borgað. Og verkalýðsbaráttan hefur leitt okkur miklu lengra, en það er ekkert langt síðan á Íslandi voru svipaðar aðstæður og dæmisagan er sögð um. Þetta voru daglaunamenn í biblíusögunni. Þeir fóru á morgnana ekki hafandi hugmyndum hvort þeir fengju einhverju vinn. Og þeir voru að vonast eftir að einhver myndi vilja ráða þá og þeir takiði þá fegins hendi því þá kemur í lok dags með laun sem dugði fyrir brauði og þörfu morgundagsins. Og þess vegna er þessi þekktu orð sem að Jesús segir í sama samtíma: gef oss í dag vort daglegt brauð. Við verðum að hafa fæðu í dag. Það var ekki frystihólfið að vera að geyma til langs tíma, heldur var þetta oft bara spurning daginn í dag. Og það þarf ekki að fara nema rétt ár aftur niður á Reykjavíkurhöfn þegar hafnarverkamenn voru bara að reyna rétt út höndina í stórum hópi þegar kreppan geisaði. Veldu mig, þeir vonuðist til að ná augkontakt og það yrði þeir sem fengju vinnu þann daginn. Það voru ekki veikindadagar eða
bætur eða nokkuð sem að þeir höfðu þá, en vonuðist bara til að fá daginn þann sem að þeir lifið hver dag að fá einhverja vinnu. En það ber að hafa í huga að þetta samt ekki einhver kenning í hagfræði þar sem að Jesús segir allir að fá jafnt borgað, heldur miklu frekar þetta saga sem segir okkur að það eiga allir rétt á mannsæmandi lífi. Hann segir bara að víneinkureigandinn, hann ákveður, ég ætla að borga þeim líka. Ég hefði kannski getað að fara fyrr og tekið, en það var ég sem ákvað að bjóða mig vinnu fyrir núna. Þeir hafa ekkert fengið í dag, ég ætla að gefa þeim nóg til þess að eiga fyrir daglegu brauði morgundagsins. Og sagan hefur verið bent á, minnir okkur á að hvernig Guð sér okkur. Hann sér okkur hafandi þarfir sem að Guð vill uppfylla. Guð vill að við höfum nóg og hann gerir ekki mannamun. Það segir okkur líka það. Það til þetta, við segjum stundum að hver og einn þarf að fá að fljúga eins og hann fiðraður og kannski má segja að það eigi einhver leiti við hvernig hann horfði á einhverjum menn og hvernig Guð horfir á okkur. Það hafi ekki allir sömu tækifærin eða svo heppnir að fá strax morguninn að vita þú fær vinnu í dag, heldur búin að vera óttaslegnir allan daginn. Og þetta líka saga náð. Það að segja, náð þannig að við erum elskuð, jafnvel þó meira en við alltaf eigum skilið. Það var ekki þannig að þessi sem voru ráðnir alveg í lokin ættu endilega skilið að fá heilt dagslaun hafandi bara unnið kannski 1/10 á við hina, en víneinkureigandinn horfði bara og sagði, ég vil að þið njóti fullra réttinda, að þú sért ekki hálfur eða einhver hlutastast, þú ert óendanlega mikilvægur í mínum augum líka. Það það sem að náðin gengur líka út á í kristinni trú. Þú ert mikilvægur og elskað barn Guðs. Og hvernig hefur þetta verið útskýrt? Ég skildi alltaf náðina best þegar einhver sagði að þetta væri bara að elska barnið óendanlega mikið og elska það skilyrðislaust. Það ekkert sem það getur gert til þess að þú gefist upp á því og þú hafi bak við eyrað þessa gullnu setningu: elskaði mig mest þegar ég á það minnst skilið, því að það þá sem ég þarf mest á því að halda. Og þegar þeir komu fullir og ótta, búnir að vera vonast til að fá vinnu til þess að geta brauðfætt fjölskyldu sína og voru að hugsa að dagurinn er búinn, við fáum ekki neitt, þá kemur einhver og sér þá og segir, komið til mín, ég ætla að ráða ykkur í vinnu. Þeir vinna stutt og hugsa ykkur hvað eru ótrúlega glaðir. Þeir bara, fáum við fullan vinnudag? Já, gjörið þið svo vel. Og það þannig sem að náðin virkar, eða elska sem við eigum ekki alltaf skilið. Og í skírninni kemur þessi sama hugsun fram. Við setjum börn í hvíta skírnarkjóla af því að liturinn hvítur táknar kærleika og fyrirgefningu sem umvefur okkur eins og skírnarkjólinn umvefur okkur. Það áminning til foreldrana, segir maður alltaf, að þið elski barnið ykkar skilyrðislaust. Að þið eigið fyrirgefningu og kærleika til að umvefja það. Og af hverju hann alltaf síður? Jú, að því að kærleiki Guðs og fyrirgefning miklu stærri en við sjálf. Og óháð einhverjum skoðunum eða hann ekki dyntóttur, hann bara stór og mikil náð sem við megum hvíla í. Og í nútíma þjóðfélagi þá svo oft verið að setja einhverja mælikvarða hvenær maður nógu góður og Brené Brown sem mikill hugsuður og hefur haldið vinsæla fyrirlestur á TED, hún sagði einhvern tímann: í nútímanum alltaf þessi mikla áhersla á árangur og sumum finnst þeim hreinlega að hafa mistekist ef að barnið þeirra ekki komið í landsliðið þegar það 13 og háskóla þegar 14.
sagði hann svona í gríni og það er auðvitað aldrei til í, en hún sagði það er ekki það sem skiptir máli. Árangur næst í því að elska barnið sitt þannig að það viti bara þú ert frábær nákvæmlega eins og þú ert. Ég ætla að styðja þig í því sem þú hefur áhuga á og það sem að hæfileikar þínir liggja, ég vil reyna að rækta það. Ég ætla ekki að gera endalausa kröfur með árangur, þú ert mikilvæg eins og þú ert. Það var það sem að þeir upplifðu sem síðast fengu denarinn, sem fyrst fengu denarinn og áttu hann jafn skilið í augum víneigandans eins og allir aðrir. Þetta er náð og það er gott að lifa í þeirri hugsun að við séum elsku Guðs börn, en líka stundum er gott að velta fyrir sér, eru samt ekki einhverju hlutir sem ég horfi á eins og þeir fyrstu. Þetta er ekki sanngjarnt, það er ótrúlega ósanngjarnt að þessi þurfi að eiga þetta eða þessum vegni svo vel. Það er 9. og 10. boðorðið. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns í nokkuð annað sem náungiðin á. Af hverju erum við stundum að hugsa þetta er ekki sanngjarnt þegar við bara höfum nóg? Gleymum við stundum að horfa hinum megin frá, ekki frá með ágirndinni, heldur frekar frá þakklætinu. Og hugsum bara, vá, hvað er margt sem að við megum þó vera þakklátt fyrir. Bara það að þú hefur öllum líkindum komið hérna á bíl í kvöld, gerir það bil 80% jarðarbúa hugsandi, vá, hann eða hún á bíl. Ekki vildi ég eiga bíl. Það er ekki sanngjarnt að ég ekki bíl þegar að, skiljið, við verðum stundum að setja hlutin í samhengi og því meira sem við hugsa með þakklætinu, því náðarríkari getum við sjálf orðið. Af því við erum ekki alltaf að hugsa okkur skort eitthvað, að það sé ósanngjarnt, að þessi að fengi jafn mikið og við þegar við erum búin að leggja allt á, eða jafnvel meira, heldur bara að hugsa, takk fyrir það sem ég hef. Ég ætla líka að reyna að horfa á aðra með náðaraugum. Jafnvel elska einhvern þegar hann á það minnst skilið, að þá líður honum eða henni hvað verst. Við skulum enda þessa hugleiðingu á smá bæn. Guð, þakka þér fyrir að þú horfir á okkur sem óendanlega mikilvæga sköpun. Þakka þér fyrir það að þú vilt senda okkur með hlutverk að láta gott af okkur leiða. Opnaðu okkar fyrir því í Jesú nafni. Amen. Í næsta lagi, Fræ í frosti sefur, og þá nú vel við í frostinu. Svalt á vori
Guð, takk fyrir að fáum að koma hér saman í kirkju þinni til þess að næra andan og uppörvast í þínu orði. Við leggjum fram fyrir þig þau bænarefni sem að okkur hafa borist. Við biðjum fyrir þeim sem að eiga sárt að binda eftir erfið slys undanfarið. Við biðjum fyrir aðstandendum sem syrgja og sakna. Leyfðu þeim að finna að þau sem að farin eru hvíla nú örugg í þínum faðmi. Svo biðjum við fyrir þeim sem að eru á sjúkrahúsum og eru veik. Þú þekkir þau sem hafa áhyggjur og líður illa. Jesús, veittu þína lækningu og styrk. Svo biðjum við líka fyrir öllum þeim sem eru í klóm fíknar. Komdu með þitt frelsi og hjálpa þeim að sigrast á fíkninni. Og Jesús, við leggjum í þínar hendur öll þau sem að taka ákvarðanir fyrir okkur, þeim sem eru í stjórnendastöðum. Gef þeim auðmýkt og visku til að breyta rétt. Við biðjum fyrir kennurum sem að leiða börnin okkar. Gef þeim kærleika og styrk í sínu starfi. Og allt sem á okkur hvílir nefnum við nú í hljóðri bæn. Takk Jesús fyrir að þú heyri bænir, svo segjum við saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og við getum þá sungið með og vef mig vængjum þínum. Ó,
Og þá vil ég þakka ykkur sem að fylgdust með í streymi fyrir samveruna og minna á ykkur sem hér í kvöld. Það að sjálfsögðu guðsþjónusta næsta sunnudagskvöld, þá verður hún Dís hér með okkur. Nú, og allt starf að byrja aftur. Mér langar að vekja athygli á því að á morgun eru vinavóðir hér í hádeginu, hádegisleitið. Traustur hópur sem að mætir og prjónar og talar saman. Prjónar bæði svona smekki fyrir skírnarbönnin. Ekki fermingarbönnin, við erum ekki, þau hafa engan á þessum smekkum. Og svo bænasjöl, en líka á 5. daginn næsta, þá byrjar eldri borgarastarfi hjá okkur aftur og það verður ljúfengur hádegismatur klukkan 12 og svo sérstakur gestur, hann Gissur Páll, söngvari sem mun spila ásamt, eða syngja með Óskari sem leikur undir, vildi ég sagt hafa. Og eitt í viðbót sem ég vil auglýsa, það einstaklega gott para- og hjónanámskeið sem að fara í gang, ekki á morgun, heldur eftir 8 daga, 21. febrúar. Hún Dís leiðir þetta og það í rauninni þannig að pörin koma og það öll pör velkomin. Það engin aldurstakmörk, það skiptir ekki máli hvers kyns eða hvaða hneigð maður hefur. Þetta bara opið öllum pörum sem vilja koma og bæta sambandi sitt. Nú, og þetta virkar sér þannig að það eiginlega eins og stefnumót. Maður kemur og maður borðar með maka sínum og svo eftir að búið að borða, að þá hlusta á fyrirlestur sem af myndbandi og svo sést parið aftur og spjalla saman og fyllir út svona verkefnablöð. Þannig að maður ekki að tala við aðra, eða það ekki svona hópar. Þetta mjög sniðugt, þess að þetta eiginlega bara eins og mæta á stefnumót, nema þegar maður búinn að borða þá fer maður að horfa á eitthvað uppbyggilegt sambandið og svo hægt að ræða þetta og það hefur verið ótrúlega gott að sjá hversu ánægðir þátttakendur eru sem taka þátt í þessu námskeiði. Ég hvet ykkur til að vera með í því og þetta skrá sig inn á Lindakirkja, Lindakirkja. En við skulum standa upp að lokum og þiggja hérna drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og það eitt svona stuðlag, gospel í lokin. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. From the healing of your body to the raising of the dead, no matter how you feeling or how your world is
While your dreams are about to die, knowing that God is not a man, He just can't lie. In spite of what the devil does, no, you got a word that has come from above. Oh, things must be what you say. So open your mouth and say amen today. 'Cause God, I heard when He said it, like the church. Oh, you and you say, from the deacon to the mothers, all of the sisters, all of the brothers say, oh my, let the church. Hey, hey, God said it. You can change it. Say, rearrange it. I believe God said it. The settles it. Oh, God has spoken. God has spoken. Let the church. Lift your hands, lift your heart, lift your voice. Change it, rearrange it. God said it, and I believe it. God has spoken. God has spoken. Let the church say.